Fulltrúi hluthafa, stjórn Rarik, starfsmenn og aðrir gestir. Ég býð ykkur velkomin til þessa 17. aðalfundar Rarik ohf. Á aðalfundi Rarik árið 2022 voru auk mín kosin í stjórn þau Arndís Soffía Sigurðardóttir, Tómas Möller, Valgerður Gunnarsdóttir og Álfheiður Einarsdóttir. Verkefni stjórnar voru fjölbreytt á árinu. Stjórn og framkvæmdastjórn heimsóttu starfsstöðvar félagsins á Norðurlandi og átti þar fund með sveitarstjórnum á svæðinu. Var yfirferð mun meiri en í hefðbundnu árið þar sem COVID hafði hamlað slíkum heimsóknum síðastliðin ár. Ferðir sem þessar eru félaginu mikilvægar, því án undantekninga þá kom upp mál í þessum samskiptum sem oftar en ekki er hægt að koma til betri vegar og var þessi ferð engin undantekning hvað það snertir. Starfsreglur stjórnar voru yfirfarnar sem á áhættustefna félagsins. Við mótun og yfirferð áhættustefnu þá er til margs að líta, en óhjákvæmilega horfum við sérstaklega til áhættu er varðar upplýsingatækni og öryggi. Á þeim vettvangi fara fram skærur á hverjum degi og því mikilvægt að öryggismál gagnvart hernað á netinu séu sífellt í endurskoðun. Stefnumótunarvinna félagsins fór fram á árinu og var nú nýverið samþykkt. Ný stefna félagsins mun hafa áhrif á menningu innan fyrirtækisins og verður spennandi að fylgjast með innleiðingu stefnunnar sem starfsfólk og stjórn félagsins hafa unnið ötullega að og ég er þess fullviss að sú vinna mun skila félaginu fram á veg, auka skilvirkni, ánægju starfsfólks og viðskiptavinna þess. Stjórn félagsins hefur haft umhverfis- og loftslagsmál til umfjöllunar í samræmi við gildandi stefnu félagsins. Hlutverk Rarik í orkuskiptum og umhverfismálum mun vega þyngra í starfsemi félagsins á komandi árum. Má þar nefna rafbílavæðingu og eins mun fiskiskipaflotinn umbreyta sinni eldsneytisþörf á næstu árum. Ör þróun og breytingar eiga sér stað í þessum málaflokki og mun Rarik leika lykilhlutverk í þessu umbreytingarferli. Starfsumhverfi félagsins er því spennandi og síbreytilegt og því virkilega ánægjulegt að sjá í nýsamþykktri stefnumótun að þar sé horft af metnaði og framsýni til þessara verkefna. Stjórn var að venju með virt og reglulegt eftirlit með þróun rekstrar, fjárfestinga og afkomu félagsins á árinu. Rekstur félagsins var að mestu í samræmi við áætlanir að undanskildum fjármagnsgjöldum sem hafa hækkað verulega í rekstri Rarik eins og annara fyrirtækja og heimila í landinu. Magnús Þór mun fara betur yfir reikninga félagsins hér á eftir. Hlutur félagsins í Landsneti var seldur á árinu sem hefur í för með sér breytingar á efnahagsreikningi félagsins og nýjar áskoranir í áhættustýringu fjármuna, því nú er það svo að ríkissjóður skuldar félaginu 15 milljarða sem verða greiddir á næstu 5 árum. Leið minnkar þörf félagsins á fjármögnun sem er ákjósanlegt miðað við stöðu á mörkuðum nú stundir, en fjárfestingaþörf félagsins er engu að síður mikil, svo sem í ljósi markvissrar áætlunar orkuskipti og jarðstrengsvæðingar. Og talandi jarðstrengsvæðingu, það stóra verkefni heldur áfram. Á árinu 2022 voru lagðir rúmir 400 kilometrar af jarðstrengjum. Hlutfall þriggja-fasa jarðstrengja í háspennu dreifikerfi Rarik var í áslokum 74%, en það hlutfall var 72% árið 2021, þannig að okkur miðar í rétta átt. Það hefur verið áherslumál núverandi stjórnar að vekja máls á jöfnun raforkuverðs á milli þéttbýlis og dreifbýlis og höfum við beitt okkur fyrir umræðu þau mál. Ég held að ég hafi í máli mínu á aðalfundum Rarik á undanförnum árum nær alltaf rætt þetta málefni, enda mjög brýnt mál að ræða. Það hafa vissulega verið stigin stór skref í að jafna aðstöðumun heimila og fyrirtækja í dreifbýli og þéttbýli, en betur má duga skal og enn vantar nokkuð á til að ná fullri jöfnun. Það er ekkert réttlæti í því að íbúar landsbyggðarinnar standi einir undir rekstri og fjárfestingu á gríðarlega umfangsmiklu dreifikerfi. Ísland þarf á öflugu dreifikerfi að halda og því allra landsmanna að taka þátt í því verkefni. Rarik verður vonandi áfram í fararbroddi þeirra sem vekja máls
á þessu óréttlæti, þessum óþolandi aðstöðumun dreifbýlis og þéttbýlis. Ég vil vekja máls sérstaklega á störfum endurskoðunarnefndar RARIK sem hefur rækt hlutverk sitt af stakri prýði á undangengnum ári og undangengnum árum. Ég vil þakka nefndinni sérstaklega fyrir góð störf, en fyrir hönd stjórnar hafa þær Valgerður og Álfheiður setið þar, undir forystu Sigurðar Þórðarsonar, fyrrverandi ríkisendurskoðanda, sem hefur verið formaður árabil og eins og ég sagði áðan, rækt hlutverk sitt af stakri prýði. Ég vil líka fyrir hönd stjórnar þakka starfsfólki RARIK fyrir góð störf í þágu fyrirtækisins og góðan árangur í rekstri þess á árinu 2022. Félagið er ríkt af mannauði og okkur hefur í stórum dráttum farnast vel á undanförnum árum og þar á starfsfólk félagsins heiðurskilin fyrir vel unnin störf. Þessi fundur markar kaflaskil hjá mér, en ég mun nú víkja úr stjórn félagsins eftir rúm 9 ár í stjórn þess. Ég kveð sáttur, enda geng ég mun ríkari frá borði. Ég hef fengið að takast á við margvísleg verkefni og kynnst frábæru samstarfsfólki, en nú er mál að linni. Framkvæmdastjórn félagsins vil ég þakka fyrir gott samstarf sem engan skugga hefur borið á. Það hefur verið einstaklega gott að vinna með Magnúsi Þór, það rúma ár sem hann hefur verið við stjórnvölinn. Fyrir það samstarf vil ég þakka. Ég vil líka þakka Tryggva Þór sem lét af starfi forstjóra fyrir ári síðan, einstaklega gott samstarf í gegnum tíðina. Þá vil ég að lokum nota þetta tækifæri til að þakka meðstjórnarmönnum mínum samstarfið. Það er ekki sjálfgefið þegar ólíka einstaklinga er að ræða að störf stjórnar séu með þeim hætti sem raun ber vitni. Við höfum rætt málin ítarlega, oft verið ósammála, en ætíð reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu hin ýmsu mál. Arndís, Valgerður, Álfheiður og Tómas hafi kæra þökk fyrir samstarfið og heilindin sem þið hafi sýnt í ykkar störfum fyrir hönd félagsins. Með þessum orðum segja þennan 17. aðalfund RARIK ohf. Settan og bið Lárus L. Blöndal að taka við stjórn fundarins og Ólaf Hilmar Sverrisson að rita fundargerð. Takk fyrir. Góðir fundargestir, ég þakka traustið sem mér er sýnt og vonast til þess að við náum að halda fundinum í réttum farvegi. En ég hef kannað lögmæti fundarins og fundarboð var sent út í samræmi við samþykktir félagsins og þar að auki er eini hluthafinn mættur, þannig að ég lýsi því yfir að fundurinn er lögmætur. Við munum fara eftir hefðbundinni dagskrá sem er í samþykktum félagsins og fyrstu mál á dagskrá eru skýrsla stjórnarinnar og síðan staðfesting efnahagsreiknings og rekstrarreiknings. Og ég ætla bara að bjóða Magnús Þór velkominn hér í pontu til að fara við skýrslu stjórnar félagsins. Gjörðu svo vel. Komið sæl, fundarstjóri, fulltrúi eigenda og ágætu fundamenn. Ég vil taka undir með stjórnarformanni og bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan 17. aðalfund RARIK sem haldinn er hér í Reykjavík, en einnig streymt á netinu. Ég mun hérna á eftir fara yfir helstu atriði í starfsemi RARIK á liðnu ári. Vona það skilir sér líka til beggja þeirra sem eru að horfa á streymið. Á síðasta aðalfundi þá var eins og fram hefur komið hjá stjórnarformanni kjörnir í stjórn fyrirtækisins, þau Arndís Soffía, Álfheiður, Birkir Jón, Tómas Möller og Valgerður Gunnarsdóttir. Og stjórnin skipti með sér verkum og var Birkir Jón kjörinn formaður, Arndís varaformaður og Valgerður ritari. Stjórnin hélt 17 bókaða fundi á árinu sem var óvenju mikið, auk þess að funda með starfsmönnum og sveitarstjórnarfólki á Norðurlandi í stjórnarferðinni í ágúst.
Stjórnskipað endurskoðunarnefnd sem að skipuð 2 stjórnarmönnum og 1 utanaðkomandi formanni. Og það kom fram í máli Birkis hvernig hún var skipuð. Sú nefnd hélt 9 formlega fundi á árinu. Ef ég sný mér að starfseminni að rekstur Rarik samstæðunar árinu 2022 sem að var 75 ára afmælisár félagsins, reksturinn gekk ágætlega. Engar umfangsmiklar truflanir urðu í dreifikerfinu en fyrirvaralausum truflunum fjölgaði enga síður og aðeins frá fyrra ári og voru þær aðalega á fyrstu 3 mánuðum ársins vegna óstabílar veðráttu. Flæði raforku dreifikerfi samstæðunar jókst 4% frá fyrra ári en orkusala var sambærileg á milli ára. Afkoman fyrir fjármagnsliði var í samræmi við áætlanir en fjármagnsliðir talsvert hærri. Fjármagnsliðir ásamt umtalsvert hækkuðu heildsöluverði raforku höfðu neikvæð áhrif umfram áætlanir á afkomuna. Að teknu tilliti til fjármagnsliða var afkoman undir því sem gert var ráð fyrir en eftir áhrif hlutdeildarfélags var hún betri. En nánar verður farið yfir afkomu ársins í næsta dagskrálið. Framkvæmdir á árinu gengu vel og voru meiri en árið á undan. Í stoppkerfinu voru fjárfestingar meiri en árið á undan en þó örlítið minni en áætlanir gerðu ráð fyrir. Það stafaði fyrst og fremst af því að ekki fengustu verktakar í byggingaframkvæmdir vegna þenslu á byggingamarkaði. Það voru fjárfestingar í hitaveitum undir áætlunum vegna þess að ekki fékkst jarðbor í áætluð verkefni á Reykjavík en Rarik eins og fleiri orkufyrirtæki hafa orðið að fresta verkefnum vegna skorts á tækjum til jarðborunar eftir heitu vatni. Miklar framkvæmdir voru vegna dreifikerfisins á árinu bæði við endurnýjun loftlínukerfisins með 3 fasa jarðstrengjum og við styrkingu og aukningu kerfisins vegna vaxandi notkunar sem að miðar að því að auka afhendingaröryggi og raforkugæði. Framkvæmdirnar miða að því. Heildar fjárfestingar samstæðunar árinu 2022 voru 6,7 milljarðar króna. Þar af 4,2 milljarðar vegna endurnýjunar og viðbóta í rafdreifikerfinu og 865 milljónir króna vegna nýrra heimtauga og viðbóta. Í stoppkerfi var varið rúmum milljarði eða 1060 milljónum króna og til hitaveitna 193 milljónum. Þá var varið 473 milljónum króna í nýja starfstöð á Suðurlandi, 130 í nýtt upplýsingakerfi og svipaðri upphæð í endurnýjun bifreiða. Fjárfesting í stofnkerfum, sem það kerfi sem að nýtist bæði dreifbýli og þéttbýli, nam eins og áður sagði rúmum milljarði króna. Unnið var að uppsetningu á nýju fjargæslukerfi og stjórnstöð sett á laggirnar. Uppsetningu nær allra stöðva á Vesturlandi og Norðurlandi lokið og það bil helmingi stöðva á Austurlandi. Setta voru upp spólur víða í dreifikerfinu til að draga úr launafli en með vaxandi jarðstrengjum eykst þörfin fyrir spólur til að jafna út launafl í kerfinu. Þá hefur verið í gangi vinna að skipta út mælum hjá viðskiptavinum og setja snjallmæla í stað hefðbundina orkusölumæla, en tafir hafa verið á afgreiðslu þeirra vegna áhrifa COVID-19 og íhluta skortar hjá framleiðendum mælana. Hjá viðskiptavinum Rarik eru í dag nærri 50.000 mælar og þar hafi búið að skipta út 11.000. Í ár eru áætluð útskipti á 10.000 mælum, eru 10.000 mælum, þannig að þessi vegferð hún heldur áfram. Í sameiginlegu stoppkerfi dreifikerfis fyrir þéttbýli og dreifbýli voru lagðir 13 km á 33 kV jarðstrengjum vegna tengingar nýrrar virkjunar í Vopnafirði. Lokið var við byggingu spennarýmis í aðveitustöð á Skagaströnd og samhliða var 11 og 33 kV rofabúnaður þar endurnýjaður. Rofabúnaður var endurnýjaður víða, meðal annars í aðveitustöðum í Hveragerði, á Stuðlum, við Reyðarfjörð og á Dalvík. Hafist var handa við byggingu nýrrar aðveitustöðvar við Kópasker sem áformað er að ljúka á árinu 2023, en þá verður spennir og allur rofabúnaður kominn í hús og óháður veðri. Þá var hafin bygging nýrra spennurýma í Varmahlíð á Vopnafirði og í Stöðvarfirði. Og myndin þarna er frá Skagaströnd. Varðandi dreifikerfið, alls var 4.220 milljónum varið til endurnýjunar og viðbóta í dreifikerfi Rarik á árinu. Þar af var rúmum 2 milljörðum ráðstafað samkvæmt áætlun Rarik endurnýjun loftlínukerfa í dreifbýli með jarðstrengjum og tilheyrandi spennistöðvum.
Að auki var 865 milljónum varið til að mæta kostnaði vegna nýrra heimtauga og aukins álags. Til viðbótar hefðbundinni endurnýjun samkvæmt endurnýjunaráætlun RARIK var unnið að sérverkefnum sem stjórnvöld ákváðu að veita fjármagni í til að styrkja brothættar byggðir og til að flýta þrífösun til mjólkurbænda og stærri notenda, meðal annars á Mýrum. Á Mýrum hófst verkefni 2019 en því lauk á árinu 2022. Á árinu 2019 var einnig samið við stjórnvöldum að flýta þrífösun hjá stórum viðskiptavinum sem voru með einfasarafmagn. Var að ræða 46 stóra notendur auk þeirra sem eru á línukerfi á leiðinni til þeirra. Unnið verður að þrífösun hjá umræddum viðskiptavinum á tímabilinu 2020 til 2025 sem fyrr en eldri áætlanir gerðu ráð fyrir, sem vel. Varðandi framkvæmdir í dreifbýli, í sveitum voru lagðir 412 kilometrar af jarðstrengjum á árinu sem heldur minna en árun á undan en meira en flest ár þar á undan. Þá voru víða settir upp fjarstýranlegir háspennurofar til að auka rekstraröryggi. Á Vesturlandi voru lagðir 102 kilometrar, þar að vegna endurnýjunar 50 kilometrar á Fellströnd í Dalabyggð, 40 í Borgarbyggð og 5 kilometrar á Snæfellsnesi. Vegna aukningar flýtiverka voru lagðir 3 kilometrar í Staðarsveit, 3 kilometrar á Mýrum og 1 kilometri við Hellisand. Á Norðurlandi voru lagðir 127 kilometrar, þar af 24 á Vatnsnesi og í Vesturhópi, 24 í Langadal og í Svartárdal, 23 kilometrar í Skagafirði, 12 kilometrar í Ólafsfirði, 25 í Reykjadal, 7 kilometrar í Bárðardal og 11 kilometrar í öðrum smærri verkum. Og ég vil minna á það að hér eftir fundina þá verður fundamönnum hlýtt yfir þessar tölur. Á Austurlandi voru lagðir 52 kilometrar, þar af 21 kilometri í Fellum, 10 í Fáskrúðsfirði, 15 í Berufirði og Hamarsfirði og 6 í smærri verkum. Og á Suðurlandi var lagður 131 kilometri, 21 í Rangárþingi ytra, 18 í Rangárþingi eystra, auk 3 kilometra við Seljaland, 11 í Vestur Skaftafellssýslu, tengt brú yfir í Núpsvötn. Í Ásarhreppi voru lagðir 15 kilometrar og 12 kilometrar í Bláskógabyggð. En auk þess voru lagðir rúmi 50 kilometrar vegna fjölda smærri verkefna sem flest tengjast nýjum heimtugum. Hlutfall jarðstrengja í dreifikerfi RARIK nú orðið 74% og áætlað að ljúka verkinu áður en langt líður á næstu 10 árum eða svo. Í þéttbýli og byggðakjörnum var haldið áfram að styrkja kerfið með nýjum háspennustrengjum og dreifistöðvum, viðbótar stoppstrengjum og endurnýjun rofabúnaðar. Talsverð styrking var vegna vaxandi fjölda hraðhleðslustöðva sem kallar á aukna aflgetu kerfisins, eins og almennt á við orkuskipti í samgöngum. Búast má við verulegri þörf fyrir styrkingu dreifikerfisins á næstu árum til að takast á við orkuskiptin. Á Vesturlandi voru meðal annars lagðir háspennustrengir í Melahverfi í Hvalfjarðarsveit ásamt spennistöð, lagður háspennustrengur að nýrri spennistöð við Norðurtanga við Ólafsvíkurhöfn, skiptum rofa í spennistöð á Stykkishólmi og á Hellisandi. Þá var lagt nýtt dreifikerfi í Sumarhúsahverfi í Kjós, einnig í Húsafelli og í Selborgum í Borgarbyggð. Á Norðurlandi var meðal annars haldið áfram með uppbyggingu í Túnahverfi á Sauðárkróki, við Grundatún á Hvammstanga, Hringtún á Dalvík, Tjarnartún á Svalbarðseyri, Lyngholt á Húsavík og í Iðnaðarhverfi í Hörgársveit. Þá var unnið að spennuhækkun í dreifikerfinu á Siglufirði, auk styrkingar víða á Norðurlandi vegna fjölgunar rafhleðslustöðva. Á Austurlandi var meðal annars bætt við nýrri spennistöð á Reyðarfirði og lagður nýr strengur inn í nýja kassaverksmiðju á Djúpavogi vegna laxeldisins þar. Þá var rofabúnaður endurnýjaður og kerfi styrkt víða á Austurlandi vegna stækkunar kerfisins og fjölgun á hleðslustöðvum. Á Suðurlandi var víða töluverð uppbygging en þó mest í Árnessýslu, unnið var við ný hverfi í Árborg og Hveragerði en einnig lokið við nýjar götur í Reykholti á Flúðum, Hellu og víðar. Setta voru upp nokkrar rofastöðvar tengt þeim verkefnum, 2 háspennuvirki endurnýjuð og svo götuskápar. Og þarna einmitt Snædís Sól sem starfsmaður RARIK á Hvolsvelli við endurnýjun á kerfunum þar. Á síðasta ári urðu 623 fyrirvaralausar rekstrartruflanir í dreifikerfi RARIK sem aukning frá fyrra ári og 13% meira en í meðalári. Þar af voru 53% í háspennukerfi, 47% í lágspennukerfi. Truflanir vegna veðurs voru 29%
en tæknilegar orsakir ollu 28% af truflunum. Gröftur 17% og áflug fugla 11%. Aðrar orsakir komu sjaldnar við sögu. Engin ein truflun mældist meira en 10 svokallaðar kerfismínútur sem eru viðmiðunarmörk Orkustofnunar umfangsmikla truflanir. En flestar kerfismínútur í einni truflun voru 7,7. Það var það 9. október þegar mikið ísingaveður varð á Norður- og Austurlandi. Þá slitnuðu flestar álmur sem voru þvert á vindátt í Bárðardal og nemur sú truflun 5% af skerðingum ársins. Verulegan hluta skerðinga eða 35% má rekja til hrinu truflana sem urðu nokkra óveðursdaga fyrstu 3 mánuði ársins þegar stormar voru tíðir. Rarik rekur 2 fastar aflstöðvar sem framleiða rafmagn með olíu, aðra í Grímsey og hina á Grímsstöðum á Fjöllum. Einnig rekur fyrirtæki 29 fastar varaaflstöðvar á 16 stöðum á landinu með rúmlega 24 megavatta uppsettu afli. Helstu framkvæmdir í varavélum á árinu voru endurnýjun á eldsneytistanki í Hrísey og í Búðardal. Þá var ein 200 kV kerruvél keypt fyrir Höfn í Hornafirði og 2 færanlega vélar 300 og 550 kV voru útbúnar til keyrslu við erfiðar aðstæður eins og í öskufalli. Einn vagn undir færanlega vél var endurnýjaður á árinu en 2 varaaflstöðvar voru aflagðar í kjölfar styrkinga dreifikerfisins annars vegar á Bakkafirði og hins vegar á Fáskrúðsfirði. Annars gekk rekstur varavéla ágætlega sem á rekstur aflstöðvarinnar í Grímsey. Rarik rekur 5 hitaveitur, þar af 4 jarðhitaveitur og 1 fjarvarmaveitu. Jarðhitaveiturnar eru eins og kemur fram á kortinu í Dalabyggð, á Blönduósi og Skagaströnd, Siglufirði og Höfn í Hornafirði og Nesjum. Höfn í Hornafirði og Nesjum, það er sama veitan. Fjarvarmaveitan er á Seyðisfirði. Helstu verkefni hjá hitaveitunum á árinu voru áframhaldandi tengingar nýrra viðskiptavina á Höfn og jarðhitaleit fyrir hitaveitu Blönduós og Skagastrandar. Þar stefnir því miður í skort á heitu vatni og hefur leit staðið yfir á undanförnum árum að meira vatni á jarðhitasvæðinu á Reykjum. Áfram verður haldið jarðhitaleit þar á árinu 2023 en því miður gengur illa að fá jarðbora til jarðhitaleitar hér á landi eins og áður hefur komið fram. Á Seyðisfirði er rekin fjarvarmaveita en að mati Rarik er ekstra grundvöllur slíkra veitna brostinn. Sú niðurstaða var kynnt á íbúafundi á árinu 2017 en sveitafélagið ásamt Orkustofnun og ráðuneyti óskuðu eftir fresti til að skoða aðra valkosti. Í lok árs 2022 var ákveðið að skipa vinnuhóp með fulltrúum frá sveitafélaginu Múlaþingi, Hitaveitu Egilsstaða og Fella og Rarik til að koma með tillögu framtíð á húshitun á Seyðisfirði. Vonast er til að þeirri vinnu ljúki á fyrri hluta ársins 2023. Hún er sem sagt í gangi núna og vikulegir fundir þarum. Að öðru leyti gekk rekstur hitaveitna vel á árinu. Öryggi starfsfólksins okkar er ávallt í fyrsta sæti. Á árinu var aukin áhersla lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir og mælikvarða til að styðja þær. 6 slys voru skráð á árinu 2022, þar af 2 slys sem leiddu til fjarveru lengur en viku. Skráning á slysum og slysahættum er mikilvægur þáttur í forvörnum vegna slysa en einnig fyrirbyggjandi aðgerðir. Áhættumat verka með góðri þáttöku allra sem að verkunum koma er lykilatriði fyrirbyggjandi aðgerða. Áframhaldandi áhersla var á notkun persónuhlífa og varnarlaga gegn alvarlegum slysum. En einnig voru haldnir fundir öryggismál, öryggistæki skoðuð og framkvæmt var starfsumhverfismat. Í stefnumótunarvinnu ársins var áhersla aukin á öryggismenningu Rarik og tækifæri til að þróa hana áfram. Meðal annars var áætluð mæling á öryggismenningu í mars 2023, hún hefur þegar verið framkvæmd og verkefni til umbóta eru í bígerð. Sérfræðingur í mannauðsmálum bættist við starfsfólk Rarik á árinu. Félagið hefur þá stefnu að auglýsa störf sérfræðinga án staðsetningar og umræddur mannauðssérfræðingur er með aðsetur í starfsstöð okkar á Egilsstöðum. Áhersla verður á að byggja upp heilbrigða og hvetjandi vinnustaðamenningu. Liður í þeirri vinnu var gildamæling sem náði til alls starfsfólks. Unnið var með niðurstöður hennar í vinnustofum í mismunandi starfsstöðum félagsins og niðurstaðan að lokum sett fram í byrjun árs 2023 sem grunngildi Rarik.
Kynslóðaskipti eru sýnileg og hefur félagið á undanförnum árum hvatt fjölda hæfra og tryggra starfsmanna til margra ára. Þetta hefur kallað á nokkra nýliðun og sérstök áhersla lögð á mannauðsmálin við móttöku nýliða og nýliðafræðslu. Árleg vinnustaðagreining sýndi að félagið hefur tækifæri til að auka og bæta enn frekar starfsánægju og aðstæður starfsfólks. Niðurstöður greiningar RARIK voru nokkuð í takt við athyglisverða þróun á vinnumarkaðnum í heild þar sem örlítið hallaði undan fæti frá fyrri könnunum sem gerðar voru á tímum COVID. Það stöðugt verkefni að auka starfsánægju og verður unnið áfram að umbótaverkefnum árinu 2023. Í ársbyrjun 2023 hefur þegar verið unnið í nokkrum slíkum verkefnum, þannig hefur til dæmis mánaðarlegum starfsmannafundum verið komið á, betri upplýsingagjöf þar með og regluleg starfsþróunarsamtöl voru tekin upp og búið að ljúka þeim núna í apríl og svo nýliðafræðsla aukin. Fræðslustarf fyrirtækisins komst aftur á skrið á árinu eftir að hafa legið niðri í COVID og hefur starfsfólk sótt sér frekari fræðslu og menntun innan sem utan fyrirtækisins. Fyrirtækið hefur stutt starfsfólk til að afla sér iðnmenntunar sem lýkur með sveinsprófi auk þess að styðja við framhaldsmenntun starfsmanna. Menntunarstigi er gott hjá RARIK og mikil fagþekking er til staðar. Á árinu var unnið að byggingu nýrrar starfsstöðvar á Selfossi sem leysa mun 3 starfsstöðvar þar af hólmi. Verkið gengur samkvæmt áætlun og er áætlað að flytja í nýja starfsstöð á sumarmánuðum árið 2023. Og þessi mynd er tekin líklega í febrúar þegar við heimsóttum byggingun á Selfossi. Á árinu 2022 var umhverfisstjórnunarkerfi RARIK skjalfest í samræmis við ákveði ISO 14000 staðalsins. Markvisst er unnið að því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda frá starfseminni og þeim áhrifum sem slík losun hefur í för með sér. Markmið RARIK í loftslagsmálum er að kolefnislosun í svonefndu umfangi 1 verði ekki meiri en 1103 tonn CO2 ígilda árið 2030 en markmiðið styður við 13. heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna aðgerðir í loftslagsmálum. Helstu neikvæðu umhverfisáhrifin af starfsemi RARIK felast í losun gróðurhúsalofttegunda, úrgangsmyndun og hugsanlegri mengun af völdum olíuleka. Önnur umhverfisáhrif af rekstri á vegum RARIK eru vegna rasks á landi og gróðri, hávaða og annarri umgengni og framkvæmdum auk óbeinna áhrifa vegna innkaupa á vörum og þjónustu. RARIK hefur útbúið viðbragðsáætlanir til að lágmarka þessi áhrif. Á árinu var aðgerðaáætlun í loftslagsmálum rýnd og endurútgefin og hefur meðal annars verið ákveðið að hætta kaupum á bifreiðum knúnum jarðefnaeldsneyti frá og með árinu 2023. Eftir því sem að það er frekast unnt, en við munum að sjálfsögðu ávallt hafa það í forgangi að geta sinnt okkar verkefnum og viðskiptavinum. Aðgerðaáætlunin er hugsuð til að draga markvisst úr losun og hefur fyrirtæki sett sér markmið að helminga kolefnislosun fyrir árið 2030 miðað við losun 2019. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda hjá RARIK í umfangi 1 nam 2520 tonnum kolefnisígilda árið 2022 samanborið við 2427 tonn árið 2021. Þarna er örlítil aukning og hana má að öllu leyti rekja til skorts á skerðanlegri raforku til fjarvarmaveitna í upphafi ársins, sem var til þess að grípa var til olíukyndingar fyrir hitaveituna á Seyðisfirði. Losun vegna fjarvarmaveitna hjá RARIK fór því úr 2 tonnum árið 2021 í 726 tonn CO2-ígilda árið 2022, eða sem samsvarar losun alls bílaflota fyrirtækisins í 1 ár. Fyrirtæki kolefnisjafnaði með vottuðum kolefniseiningum alla beina losun sem og óbeina losun vegna flugs, bílaleigubíla og förgunar á úrgangi. Árinu 2022 var farið í ítarlega stefnumótunarvinnu. 40 manna hópur starfsfólks og stjórnenda tók þátt í vinnunni og svo stjórn félagsins. Nýjar áherslur voru ræddar og lagðar til grundvallar í stefnumótunarvinnunni. Áherslurnar í umræðunni voru meðal annars á öryggismenningu, frammistöðu og árangur og mælanleg markmið, mikil áhersla á þróun mannauðs og vinnustaðamenningar til að skapa eftirsóttan vinnustað og til að ná árangri bæði sem einstaklingar og sem fyrirtæki, jafnframt áhersla á jafnrétti og fjölbreytileika. Með áherslu á vinnustaðamenningu var talað að byggja upp traust og dreifa ákvarðanatöku innan fyrirtækisins.
Við ræddum áherslu á bættan árangur í verkefnistjórnun og almennt á verkefnamiðað skipulag. Það var áhersla á viðskipta og þjónustuhugsun og viðskipta þróun til að skapa ný viðskiptatækifæri og bæta virði fyrir viðskiptavini. Síðast en ekki síst þá fjölluðum við stóra breytingar í starfsumhverfi fyrirtækisins og hvernig við bregðumst við þeim. Hér undir falla til dæmis orkuskipti, stafræn vegferð og breytingar á vinnumarkaði og væntingum yngri kynslóða. Hlutverk, framtíðarsýn og meginmarkmið fyrirtækisins voru endurskoðuð með þessari niðurstöðu. Hlutverk RARIK að auka verðmætasköpun og lífsgæði viðskiptavina okkar með öruggri afhendingu og endurnýjanlegri orku og samfélagslega ábyrgum rekstri. Og framtíðarsýnin, við erum þekkingar og þjónustufyrirtæki í fararbroddi sem starfar af ábyrgð og nýtir bestu fáanlegu tækni með gagnkvæman hag að leiðarljósi. Í tengslum við þetta þá settum við fram meginmarkmið fyrirtækisins. Þau eru að lágmarka kolefnisfótspor og sóun á öllum sviðum, að einfalda viðskipti og þjónustu með stafrænum lausnum, skapa trausta undirstöðu orkuskipta, bæta hagkvæmni og áreiðanleika í rekstri og þjónustu, móta hvetjandi menningu sem undirstöðu af góðum vinnustað og þróa öryggismenningu og árvekni. Þetta eru meginmarkmið fyrirtækisins og önnur markmið í umbótastarfinu sem kemur í kjölfarið miða að því að uppfylla meginmarkmið fyrirtækisins. Vinnustaðamenning og stefna ganga hönd í hönd. Það ekki hægt að innleiða stefnu ef menningin styður ekki við hana. Við fórum í skemmtilega vinnu þar sem svokölluð gildakönnun var gerð meðal alls starfsfólks og í kjölfarið umræða á stefnumótunarfundi og svo á starfsstöðvum fyrirtækisins. Afurðin og vinnunni voru ný gildi RARIK, gildi sem ég afar stoltur af og þau munu móta menningu fyrirtækisins fram á veginn, hugrekki, árangur og virðing, hugrekki til að breyta rétt og horfa til framtíðar. Við náum árangri með drifkrafti og öruggum rekstri og við berum virðingu hvert fyrir öðru, viðskiptavinum og náttúrunni. Nú þegar stefnumótun liggur fyrir, þá spyrjum við okkur hvort skipulag fyrirtækisins styðji við áherslurnar og sé líklegt til að skila þeim árangri sem við viljum ná. Við erum þessa dagana að endurskoða skipulagið, vinnum það í 14 manna hópi starfsfólks og njótum aðstoðar ráðgjafa. Markmiðið að niðurstaðan úr þeirri vinnu muni liggja fyrir áður en langt líður eða snemmsumars. Árið 2022 var þess minnst að 75 ár voru liðin frá stofnun rafmagnsveitna ríkisins sem síðar varð RARIK ohf. Meðal annars var viðskiptavinum og öðrum velunurum boðið í opin hús á starfsstöðvum félagsins víða land þann 15. júní. En þar tók starfsfólk á móti gestum, kynntu starfsemin á buðu, kaffi og afmælistertum. Fyrir hluta september var síðan nefnt til opin afmælismálþinga orkuskiptin og RARIK á 4 stöðum, í Stykkishólmi, á Selfossi, Egilsstöðum og Akureyri, þar sem fjallað var þá spennandi framtíð sem framundan í orkumálum landsmanna í nokkrum 10 mínútna örerindum. Málþingin voru vel heppnuð og vel sótt almennt. Á Selfossi má kannski samt segja að fleiri hafi komið staðinn vildu. Á afmælisárinu var einnig opnaður sérstakur afmælisvefur og lokið við gerð heimildamyndar RARIK sem hægt að nálgast á vef RARIK og í Sarpi RÚV. Þarna mynd frá Stykkishólmi. Á málþingunum að þá voru settar upp, voru sýnd tæki og áhöld sem við notum. Þarna verið að sýna samsetningu á streng og svo áttum við gott spjall við viðskiptavini og fólk í samfélaginu. Það var skemmtilegi dagar. Eignarhluti RARIK í Landsneti, í Landsneti var seldur í lok ársins. Þegar Landsneti var stofnað með lögum árið 2004, þá lagði RARIK eignir sínar í flutningskerfi raforku inn í fyrirtækið og eignaðist þar með hlut í því. Lítilsháttar eignabreitingar urðu á Landsneti á árinu 2007 þegar Orkuveita Reykjavíkur bættist í eigandahópinn, en frá þeim tíma hefur eignarhlutur RARIK í Landsneti verið 22,51%.
Í orkustefnu stjórnvalda til 2050 sem birt var 2020 kemur meðal annars fram að hlutlaust eignarhald sé grundvöllur gagnsæis og jafnræðis á raforkumarkaði og því sé mikilvægt að ljúka eigenda aðskilnaði flutningsfyrirtækisins þannig að það sé í beinni opinberri eigu. Samningar náðust milli ríkisins og 3 eigenda Landsnets, það er Rarik, Landsvirkjunar og Orkubús Vestfjarða, að selja ríkinu alla hluti sína í eigu Landsnets. Kaup ríkisins grundvallast á sjónarmiði orkustefnunar og eru í samræmi við það sem kveðið er á með nýlegum breytingum á raforkulögum og lögum stofnun Landsnets. Rarik fagnar þessum samningi þar sem hlutverk á raforkumarkaði verða skýrari og sjálfstæði flutningsfyrirtækisins stuðlar að jafnræði og eðlilegri þróun orkumarkaðar á Íslandi. Rarik og Landsnet hafa átt afar góð og fagleg samskipti hingað til og svo mun verða áfram. Söluverð á hluta Rarik í Landsneti var 15 milljarðar króna og við söluna var til neikvæður þýðingamunur við þýðingu yfir íslenska krónur sem nam 381 milljón króna. Eignarhlutur Rarik í Landsneti hefur haft jákvæð áhrif á afkomu Rarik á liðnum árum eða frá því Landsnet hóf að greiða út arð til eigenda, því ljóst að áhrif sölunar verða umtalsverð á heildarafkomu Rarik til framtíðar litið, en Birkir Jón benti á það hér áðan að það getur haft jákvæð áhrif á fjármögnun fyrirtækisins og fjármagnsliði. Gott fólk, í innrastarfi Rarik eru eðlilega fjölmörg verkefni. Og ég tæpi á örfáum þeirra að vaxandi áhersla er lögð á upplýsingaöryggi og stöðutunnið af verkefnum sem stuðla að auknu öryggi upplýsinga og stjórnkerfa. Ákveðið var á árinu að fá vottun á stjórnkerfi upplýsingaöryggi samkvæmt ISO 27001 staðlinum og lauk fyrri hluta vottunarinnar á árinu 2022. Seinni hlutin er í gangi akkurat núna og full vottun fæst væntanlega fyrir lok þessa mánaðar. Þá var nýtt skjalastjórnunar- og gagnamiðlunarkerfi eða upplýsingastjórnunarkerfi M-Files tekið í fulla notkun á árinu og upplýsingakerfi tengt betur saman til að stuðla að pappírslausu umhverfi. Upplýsinga- og reikningsgerðarkerfi sem tilstóð að innleiða á árinu tafðist en á síðari hluta ársins var fenginn utanaðkomandi ráðgjafi til að taka við verkefnisstjórn þess. Var kerfi gangsett miðjan mars á þessu ári. Það mun opna fjölmarga nýja möguleika á rafrænum lausnum og bættri þjónustu. Samhliða því voru meðal annars þróuð smáforrit fyrir uppsetningu mæla þannig að eftirlit og álestrar með raforkumælum eru nú ýmist rafrænir eða færðir inn með spjaldtölvum. Unnið var að nýrri kortasjá fyrir starfsmenn og viðskiptavini sem nýtir myndræna framsetningu og einfaldar aðgang að upplýsingum og tengingum við tækni og viðskiptagrunna. Þá hefur Rarik tekið dróna í sína þjónustu og verið að þróa þá tækni til gagnaöflunar og notkunar í kortasjá og við fleiri verkefni. Handbók Rarik sem inniheldur allar helstu verklagsreglur og verklýsingar fyrirtækisins var tekin til endurskoðunar í nýju kerfi sem verið að taka í notkun þessa dagana. Að venju voru mörg ný skjöl samþykkt í handbókina á árinu og önnur endurnýjuð eða endurútgefin. 2 viðbragðsáætlanir voru samþykktar, annars vegar viðbrögð við snjóflóðum og hins vegar viðbrögð við hugsanlegum vatnsskorti hitaveitna. Þá var ný útgáfa af jarðstrengja handbók Rarik gefin út á árinu og gefin út 12 svonefnd kastljós, þar sem vakin er athygli á ýmsum öryggishættum sem valdi geta slysum. Þá var áfram unnið að áhættustjórnun en Rarik fylgir formlegu ferli áhættustýringar til að draga fram og stýra fjárhagslegri og ófjárhagslegri áhættu fyrirtækisins. Áhættur eru flokkaðir í 4 meginflokka: mannauð og starfsumhverfi, starfsemi og rekstur veitukerfa, fjármál og rekstrarumhverfi og upplýsingaöryggi. Helstu áhættuþættir fyrirtækisins eru kortlagðir og áhrif þeirra á fjárhag, umhverfi, orðspor og mannauð eru metin og skráð og fylgt eftir með aðgerðum. Rekstur dótturfélaga, rekstur orkusölunar sem er í 100% eigu Rarik var undir áætlunum, einkum vegna hækkandi verðs á heildsölumarkaði. Á sama tíma unnið var að endurbótum í virkjunum félagsins. Tekjur hækkuðu 6,1% frá fyrra ári en orkukaup 23%, rakið til orkuskorts á fyrri hluta ársins. Hagnaður eftir skatta var 86 milljónir króna samanborið við 466 á árinu 2021 og EBITDA hlutfall ársins var 9,1%. Verkefni orkusölunar er fyrst og fremst að annast framleiðslu og sölu á raforku.
en fyrirtækið á 6 virkjanir, starfar eingöngu á smásölumarkaði raforku og með fjórðungsmarkaðshlutdeild þar. Heildarmarkaður orkusölunar á árinu var 830 gigawattstundir sem sambærilegt fyrra ári og í samræmi við áætlanir. Fyrstu mánuðir ársins voru fordæmalausir hvað varðar framboð á raforku og heildsölumarkaði. Erfitt var að tryggja orku fyrir almenna markað félagsins og verð voru í áður óþekktum hæðum. Skortur var á skammtímaorku sem hækkaði auk þess mikið í verði og Landsvirkjun hóf skömmtun á raforku á þessum tíma til viðskiptavina í alþjónustu sem keyptu þá orku sem stóð til boða 2 vikur fram í tíman. Kostnaður við kaup á skammtímaorku var því langt umfram áætlun ársins og sama má segja kostnað við kaup á jöfnunarorku. Meðalverð á aðkeyptri orku var því töluvert hærra en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Þetta ástand hafði töluverð áhrif á afkomu orkusölunar á árinu. Vegna vinnu við stærri vél Lagarfossvirkjunar sem stærsta virkjun félagsins var áætluð orkuvinnsla minni á árinu en í venjulegu árferði en var þó í samræmi við áætlanir félagsins. Viðhald á vélinni gekk mjög vel og hún var gangsett viku á undan áætlun. Rekstur annarra virkjana gekk mjög vel á árinu. Orkusalan framleiðir 1/4 af þeirri orku sem hún selur og að leita nýrra virkjana kosta. Í nokkur ár hefur staðið yfir undirbúningur af virkjun Hólmsár í Vestur-Skaftafellssýslu í samstarfi við Landsvirkjun, en jafnframt orkusalan að skoða og rannsaka ýmsa aðra orkukosti í vatnsafli, jarðvarma og vindorku. Á árinu var unnið áfram að rannsóknum á þeim stöðum þar sem orkusalan hefur fengið úthlutað rannsóknarleyfum ásamt öðrum valkostum. Markmið félagsins meðal annars að setja upp 2 vindmyllur við Lagarfossvirkjun og það verkefni í ferli varðandi mat á umhverfisáhrifum. Árinu var unnið að algjörum aðskilnaði fjárhagskerfa orkusölunar frá móðurfélaginu sem vonast til að auki sveigjanleika félagsins á samkeppnismarkaði og fjölgaði við það ársverkum úr 21 á árinu 2021 í 25,6 á árinu 2022. Þá var unnið að því að efla fyrirtækjaþjónustu félagsins til að mæta aukinni samkeppni sem skilaði sér í fjölgun viðskiptavina á fyrirtækjamarkaði. Einnig hófst uppbygging þjónustu við rafbílaeigendur sem ört stækkandi hópur viðskiptavina félagsins. Starfsmenn orkusölunar voru 26 í árslok 2022. Önnur dótturfélagið Ljós og Gagnaleiðari EHF sem Rarik stofnaði árið 2009 leigir út hluta af ljósleiðurum sem félagið á. Að öðru leyti var engin eiginlegur rekstur í félaginu og engin starfsmaður. Rekstur á 10. starfsári Rarik Orkuþróunar EHF var lítill eins og árið áður. Félagið seldi allar eignir sínar erlendis á árinu en að öðru leyti var engin eiginlegur rekstur í félaginu og engin fastur starfsmaður. Starfsmenn Rarik og dótturfélaga voru 234 í árslok 2022. Orkuskipti í fólksbílaflota landsmanna eru hafin að krafti og ganga hraðar en hefði mátt vænta fyrir örfáum árum. Jafnframt má búast við að framundan séu einnig orkuskipti í öðrum geirum þar sem nú notað jarðefnaeldsneyti. Ljóst að orkuskiptin fela í sér verulega aukið álag á dreifikerfi Rarik bæði í þéttbýli og dreifbýli. Í því felst mikil en verðug áskorun. Meðal annars má gera ráð fyrir að eldri dreifikerfi Rarik sem þegar hafa verið lögð muni ekki anna álaginu í einhverju mæli löngu fyrir eðlilegan líftíma sinn. Hugsanlega má beita álagsstýringu til að draga úr aflþörf vegna orkuskiptana en ljóst að á næstu 5-10 árum eru verulegar fjárfestingar framundan til að dreifikerfið verði í stakk búið til að mæta orkuskiptunum. Sérstaklega þarf að huga að viðkvæmari hlutum dreifikerfana svo sem sumarhúsahverfum. Lagt hefur verið mat á líklega endurnýjunarþörf eldri dreifikerfa vegna rafbílavæðingar heimila og gæti hún numið 7-14 milljörðum króna á næsta áratug. Enn fremur verður þörf á verulegum fjárfestingum í dreifikerfi Rarik vegna orkuskipta í öðrum geirum samgangna. Kostnaður við rafdreifikerfi í dreifbíla á Íslandi hár vegna þess að kerfið mjög umfangsmikið og tiltölulega lítil notkun stendur undir honum. Þessu til staðfestingar má nefna að umfang háspennts dreifikerfis í dreifbíli eða í sveitunum hjá Rarik í kílómetrum það bil 10-falt meira en umfang dreifikerfisins á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar eru aðeins rúm 5% þjóðarinnar sem þurfa að standa undir dreifikerfinu í dreifbílinu á meðan stór hluti þjóðarinnar stendur undir mun minna dreifikerfi á höfuðborgarsvæðinu. Stjórnvöld hafa sett reglur til að hægt sé að jafna þennan kostnað og hefur kostnaður við verðjöfnun stjórnvalda farið vaxandi á liðnum árum.
þótt ekki hafi náðst að jafna alveg eins og til stóð. Þetta hefur gerst samhliða því að dreifikerfið í dreifbýlinu hefur bæði vaxið og verið endurnýjað verulega. Stjórnvöld hafa hvatt til þess að endurnýjun og þrífösun kerfisins væri flýtt umfram áætlanir RARIK og tekið þátt í kostnaði við flýtingu sumra verkefna með beinum hætti til að koma í veg fyrir að þær fjárfestingar kalli á enn aukna tekjuþörf og þar með á viðbótarhækkun gjaldskrár. RARIK hafði sett sér áætlun endurnýjun loftlínukerfisins að henni lyki árið 2035. Sú áætlun byggði á því að afskrifa ekki of hratt kerfi sem gætu þjóna þörfum viðskiptavina og draga þannig úr þörf fyrir gjaldskrárhækkanir. Á liðnum árum hefur aukin ferðaþjónusta ásamt kröfu 3 fasa rafmagn og nú síðustu misseri orkuskipti í samgöngum kallað á að fjölda verkefna hefur verið flýtt og þannig að endurnýjun kerfisins lengra komin en ráðgert var. Vöxtur kerfisins hefur verið umtalsverður auk þess en á síðustu 10 árum hefur háspennukerfið vaxið 15%. Stjórnvöld hafa sett sér metnaðarfull markmið orkuskipti í samgöngum. Framundan eru því verulegar fjárfestingar í dreifikerfinu, ekki síst í dreifbýli, þar sem uppbyggingar og endurnýjunar hraði þarf að vera mun meiri en verið hefur og kerfið öflugra. Endurnýjun dreifikerfisins verður því mun umfangsmeiri en ráð hafði verið gert fyrir og mikilvægt að gera sig grein fyrir hvernig á að bregðast við því og hver á að standa undir þeim kostnaði. Óeðlilegt að íbúar í dreifbýli standi einir undir þeirri fjárfestingu. Allir landsmenn sem ferðast landið og atvinnurekstur eins og flutningastarfsemi og ferðaþjónusta þurfa á þessum fjárfestingum að halda. Í fyrstu munu þessar fjárfreku framkvæmdir ekki skila miklum tekjum en þær eru enga síður mikilvægar til að markmið stjórnvalda náist. Því mikilvægt að finna leiðir til að dreifa kostnaði við þessar fjárfestingar á alla sem að nota þessa mikilvægu innviði og koma í veg fyrir að íbúar í dreifbýlinu beri einir kostnaðinn. Til þess eru margar leiðir, svo sem með verðjöfnun, annarkvort beint úr ríkissjóði eða til dæmis eins og gert hefur verið með tekjum af verðjöfnunargjaldi á alla almenna notendur. Önnur leið gæti verið bein aðkoma ríkisins að einstökum fjárfestingum í dreifbýli. Það ekki gallalaus aðferð frekar en aðrar en þannig mætti byggja upp innviðina án þess að skapa aukna tekjuþörf dreifiveitunar á meðan notkunin að byggjast upp. Veitan setur þá uppi með rekstur og endurnýjun kerfisins en þegar að því kemur ættu tekjur að vera orðnar nægar til að standa undir þeim kostnaði. Stjórnvöld geta með þessu stuðlað að orkuskiptum án þess að valda hækkun á gjaldskrá eða jöfnunargjaldi og náð markmiðum sínum minna kolefnisspor og minnka líkur á að þurfa að greiða sektir fyrir að efna ekki skuldbindingar sínar. Og með þeim orðum ætla ég að láta þessari yfirferð lokið. Kannski síðustu geta þess að RARIK starfar nú á óvissustigi. Illar tungur segja að það sé vegna nýrar stjórnar sem verður valin hér á eftir, en ég held að það sé ekki rétt. Það er vegna eldgosahættu í Kötlu. Við skulum nú vona að verði ekki að því. En ég þakka fyrir mig. Við þökkum Magnúsi fyrir greinargóða skýrslu. Ég vildi nú láta vita því að ég með undir höndum umboð frá fjármálaráðherra til Steinunnar Sigvaldadóttur til að fara með atkvæði hér á fundinum og ég myndi nú vilja biðja Steinunni að standa upp þannig að menn viti nú hver það sem öllu ræður hér. Takk fyrir þetta, Steinun. Nú við ætlum að hafa þann háttinn á að taka saman þessa fyrstu 2 liði, það að segja skýrslu stjórnar og staðfestingu efnahagsreiknings og rekstrarreiknings. Ef að menn vilja ræða skýrsluna eða efnahagsreikningin þá eru boðið upp á það hér á eftir en ég býð Magnús aftur velkomin hér upp til að fara yfir efnahagsreikning og rekstrarreikning. Þakka þér fyrir, Lárus. Rekstur samstæðuna gekk vel á árinu 2022 og var í samræmi við áætlanir ef að undan eru skildir fjármagnsliðir. Tekjur í dreifing og raforkusölu voru 8% hærri en árið áður en rekstrargjöld hækkuð á milli ára tæp 11%. Rekstrarhagnaður fyrir fjármagnsliði lækkaði tæplega 7% frá árinu áður. Fjármagnsliðir voru mun hærri en árið 2021 eins og áður hefur komið fram. Þetta stafaði af hærri verðbótum og gengismun og var hagnaður félagsins af reglulegri starfsemi því minni en árið á undan.
Áhrif hlutdeildarfélagsins voru jákvæð á árinu 2022, hagnaður ársins að teknu tilliti til skatta og áhrif á hlutdeildarfélags var 2,5 milljarðar króna sem 16% hækkun frá árinu 2021. Tekjur af dreifingu og raforkusölu voru umfram áætlanir en tekjur hitaveitna aðeins undir áætlunum. Tekjur af tengigjöldum voru í samræmi við áætlun og heildartekjur voru því heldur meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir. Rekstrarhagnaður ársins 2022 var 2,5 milljarðar króna sem eru tæp 14% af veltu ársins. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir fjármagnsliða og skatta eða EBITDA var 31% sem hlutfall af veltu sem sambærilegt við árin á undan. Þetta voru 5,6 milljarðar króna. Í byrjun árs 2022 var gjaldskrá dreifingar hækkuð 5,8% í dreifbýli og 6,3% í þéttbýli. Þá hækkaði verðskrá dreifingar 9% í þéttbýli og 6,5% í dreifbýli þann 1. október. Þrátt fyrir þessar hækkanir vantar talsvert á að tekjuheimildir dreifingarinnar séu fullnýttar bæði í þéttbýli og dreifbýli en eins og þekkt vinnur RARIK samkvæmt tekjumarkalíkani Orkustofnunar. Verðskrár flestra hitaveitna RARIK voru hækkaður 7-7,5% frá og með 1. desember. Heildar rekstrartekjur samstæðunar á árinu voru 18 milljarðar króna sem 8% hækkun frá fyrra ári. Rekstrargjöldin voru 15,3 milljarðar króna sem 11% hækkun frá árinu 2021. Fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur ársins, hrein fjármagnsgjöld voru tæplega 2,6 milljarðar króna sem 10% af vaxtaberandi skuldum í lok ársins. Rekstrarniðurstaða ársins 2022 fyrir áhrif af hlutdeildarfélagsins og skatta var jákvæð 140 milljónir króna sem lakari niðurstaða en árið 2021. Áhrif hlutdeildarfélagsins Landsnets voru jákvæð 2.480 milljónir og hagnaður ársins að teknu tilliti til tekjuskatts var 2,5 milljarðar króna. Í lok ársins var gengið frá sölu á eignarhluta RARIK í Landsneti. Söluverðið var 15 milljarðar króna sem var greitt með 2 skuldabréfum til 5 ára, annars vegar í íslenskum krónum og hins vegar í bandarískum dollurum. Jákvæð áhrif sölunar færði rekstrarreikning voru 1,4 milljarðar. Hlutdeild RARIK í þýðingamun eða gengismun sem verður til við þýðingu reikningsskila hlutdeildarfélagsins Landsnets yfir í íslenska krónur var neikvæð 381 milljón og áhrif að endurmati virkjana og breyting á mati hjá hlutdeildarfélagi voru jákvæð 365 milljónir. Heildar hagnaður ársins 2022 því 2,4 milljarðar eins og fram kemur í yfirliti heildar afkomu ársins sem að fylgir rekstrarreikningi. Yfir í efnahaginn, heildar eignir RARIK í árslok samkvæmt efnahagsreikningi voru 89 milljarðar króna, skuldir í árslok námu 33 milljörðum og því eigið fé 56 milljarðar króna og eiginfjár hlutfallið 63%. Veltufjár hlutfall í lok ársins var 0,8. Fjárfesting á árinu 2022 var 6,7 milljarðar króna en árið 2021 var fjárfestingin 5,3 milljarðar. Megin hluti fjárfestingarinnar vegna endurnýjunar dreifikerfisins en stöðugt unnið að henni með lagningu jarðstrengja í samræmi við langtíma áætlun fyrirtækisins og var hlutfall jarðstrengja í dreifikerfi RARIK í árslok 2022 74%. Fjárfesting í veitukerfum árinu var 5,5 milljarðar króna og fjárfesting í virkjunum nam 370 milljónum króna. Arðsemi eiginfjár var 5% á árinu 2022. Í lok ársins voru erlend lán tæplega 10% af vaxtaberandi skuldum samstæðunar. Horfur í rekstri RARIK árinu 2023 eru góðar. Í áætlunum fyrir árið 2023 gert ráð fyrir að niðurstaða rekstri RARIK verði svipuð og árið á undan. Samkvæmt fjárfestingaráætlun ársins gert ráð fyrir meiri fjárfestingum en árið 2022 eða 7,8 milljörðum króna. Þess má þó geta hér að verðfyrirspurn fyrir verkefni sumarsins var kærð og setur okkur í svolítið erfiða stöðu fyrir framkvæmdi sumarsins og mun hafa áhrif á fjárfestingar áætlanir. En við vinnum úr því eins og öðrum vandamálum sem uppkoma. Að öðru leyti að þá vísa ég í ársreikning félagsins sem að má finna á heimasíðu RARIK. Takk. Við þökkum Magnúsi fyrir þessa yfirferð sem var skeleg eins og hans var von að vísa.
einhverjir sem vilja ræða skýrslu stjórnar eða reikninga? Ef svo er ekki þá óska ég eftir því að fá afstöðu eigandans til þess hvort hann samþykki reikninga félagsins. Það er samþykkt. Takk fyrir það. Nú þá er næst á dagskránni hvernig skuli fara með hagnað eða tap félagsins á næstliðnu rekstrarári. Og ég hef hér tillögu stjórnar arðgreiðslu undir höndum. Þar segir að stjórn RARIK ohf. Gerir tillögu að greiddur verði 310 milljóna króna arður á árinu. Og það er undirritað af stjórnarformanni RARIK, Birki Jóni. Hver er afstaða eigandans til þessara tillögu? Það er samþykkt. Þá er sá liður afgreiddur. Þá er næst kosning stjórnarmanna og eins og þessu háttar til á aðalfundum RARIK að þá kemur hér neðangreind tillaga frá fjármála- og efnahagsráðherra aðalmenn og varamenn í stjórn RARIK og í aðalstjórn er tillagan Eirík Rafnsson með heimilisfest í Þýskalandi, Ingunni Agnes Kró, Reykjavík, Tómasi Möller, Garðabæ, Sigfús Ólafsson í Reykjavík og Valgerði Gunnarsdóttur á Húsavík. Og til vara þá er Elín Einarsdóttir í Vík og Arna Garðarsdóttir í Reykjavík. Þetta er nú nánast fyrirmæli þannig að ég óska samt þetta staðfestingu eigandans á þessari stjórnarkjöri og þá teljast þessir aðilar rétt kjörnir stjórnarmenn. Nú þá er næst á dagskránni að kjósa endurskoðanda og það liggur fyrir tillaga endurskoðendur og það er gerð tillaga að Ríkisendurskoðun sem endurskoðanda RARIK ohf. Frá aðalfundi 2023 til aðalfundar 2024. Samþykir, þetta eru reyndar lögbundið en fáum samþykki eiganda svona formlega, takk fyrir það. Þá er þessi liður afgreiddur, síðan er tillaga stjórnar starfskjarastefnu. Nú starfskjarastefnan er óbreytt frá síðasta ári og þá var hún óbreytt frá árinu þar á undan. Þannig að það sem skiptir kannski máli er það sem segir hér síðast í starfskjarastefnunni að stjórn félagsins hefur samþykkt á fundi að ekki komi til greiðsla eða umbuna til stjórnenda og stjórnarmanna við viðbóta launum með þeim hætti sem að ofan greinir sem er rakið hérna undan. Er eigandinn sáttu við þessa starfskjarastefnu? Þá er það afgreitt, takk fyrir það. Næst er síðan ákvörðun þóknun stjórnarmanna fyrir störf þeirra á næstliðnu starfsári. Og tillagan er þannig sem að ég hef hérna undir höndum að á síðasta aðalfundi var samþykkt að greiða inn á stjórnarlaun 197.000 krónur á mánuði fram að þessum aðalfundi sem við erum hérna á núna. Og það er gerð tillaga að þóknun stjórnar fyrir þetta tímabil, fyrir liðið ár, verði 210.000 krónur á mánuði fyrir stjórnarmenn og tvöfalt fyrir formann. Og þá er einnig gerð tillaga að greiða megi í hverju mánuði inn á stjórnarlaun sömu upphæð fram að næsta aðalfundi 2024. Hvað segir eigandinn? Samþykkir? Það er samþykkt. Nú þá er þessi liður afgreiddur. Næsti liður eru breytingar á samþykktum félagsins. Það eru enga tillögur sem liggja fyrir breytingar á samþykktum, þannig að þessi liður þarfnast ekki afgreiðslu. Síðan er komið að öðrum málum og ég ætla að byrja á því að biðja Magnús Þór að koma hér aftur upp og gera grein fyrir tillögu arðgreiðslu stefnu fyrir RARIK. Já. Stjórn fékk ráðgjafa KPMG til aðstoðar til að vinna drög að arðgreiðslu stefnu sem að síðan yrði lögð fyrir eigandann. Arðgreiðslu stefnan hún tekur tillit til handbærs fjés frá rekstri og áætlara fjárfestinga næsta árs að teknu tilliti til stöðuls eða margfaldara sem að ákveðin er í raun og veru fyrir hvert ár, þessi hástöðull eins og þarna er nefndur,
getur verið á bilinu 0 til 100% og ákvarðaður af stjórn til 3 ára í senn með hliðsjón af rekstri og fjárfestingaráætlun félagsins. Þarna sem sagt svona ákveðin formúla til reikningar á arðinum, en þar fyrir utan eru ákveðnar forsendur til grundvallar að arður sé ekki greiddur nema eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt yfir 5 ára tímabil. Þetta eru fjárhagsleg skilyrði sem eru þau að eiginfjárhlutfall skal vera 55% eða hærra allt tímabilið og hlutfallið handbært fé frá rekstri á móti nettóskuldum skal vera hærra en 20% á tímabilinu og þannig bætt við að skilgreining nettóskulda eru vaxtaberandi skuldir mínus handbært fé. Vaxtaþekja eða EBITDA á móti greiddum vöxtum skal vera yfir 4,5 á 5 ára tímabilinu. Í dag eins og fram kom í yfirferði yfir rekstur og efnahag áðan og þá eru við vel yfir öllum þessum gildum í dag. Það er lagt til að arðgreiðslustefna taki gildi frá og með árinu 2023 og ákvörðun fyrstu arðgreiðslu á grundvelli hennar verði á árinu 2024 vegna rekstrarársins 2023. Drög að þessari stefnu voru samþykkt af stjórn og send eigandanum til umfjöllunar, þannig að hún er lögð fram hér til umfjöllunar og samþykkis. Takk fyrir þetta, Magnús. Vill einhver taka til máls undir þessum lið, það er að segja varðandi arðgreiðslustefnu fyrir Rarik? Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera stefnuna undir atkvæði eigandans. Er hún samþykkt? Hún er samþykkt, takk fyrir það. Er einhver sem vill taka til máls hér undir liðnum önnur mál? Steinunn, gjörðu svo vel. Nú, þá er ekki fleira á dagskrá nema að við fundarritarinn viljum óska eftir heimild til þess að ljúka við gerð fundargerðar fyrir fundinn. Fáið þá heimild frá eigandanum. Takk fyrir. Nú, ég vil þá bara þakka fólki fyrir prúðmannlega fundarsetu og gefa Magnúsi Þór orðið til að slíta fundið. Já, góði fundamenn, ég vil nota tækifærið til þess að þakka starfsmönnum félagsins sérstaklega fyrir góð störf á árinu. Starfsmenn Rarik vinna erfið störf oft við mjög erfiðar aðstæður og gera það með miklum sóma. Það þarf að bregðast við truflunum í kerfinu og þar fram eftir götunum og það stendur aldrei á neinum þar. Við leggjum áherslu á að vinna með öruggum hætti og þar hafa starfsmenn líka tekið sérstaklega til hendinni. Ég vil þakka stjórn fyrirtækisins fyrir mjög gott samstarf og sömuleiðis endurskoðunarnefndinni. Sérstaklega þakka þeim stjórnarmönnum sem að núna ganga úr stjórninni fyrir mjög ánægjulegt samstarf og óska þeim velfarnaðar á nýjum vettvangi. Ég verð að segja að samstarfið og samtalið í stjórninni hefur verið afar uppbyggilegt og gefandi fyrir mig sem stjórnanda og vonandi alla sem hafa tekið þátt í því starfi. En jafnframt þá vil ég bjóða nýja stjórnarmenn velkomna og ég hlakka til samstarfs við þau öll. Að svo mæltu þá slíti ég þessum fundi, aðalfundi Rarik og býð ykkur sem að tækifæri hafi til að þiggja veitingar hérna. Við ætlum að rýma salinn, þannig ég bið ykkur að ganga fram og þiggja drykki þar og svo getum við haldið áfram hér inni og frammi eftir þörfum. Takk fyrir.